Kristján, þetta moment þar sem þú ert sloppinn inn í gegn og þarna ert komin í skotstöðu, bara svona hvernig líður í þessu augnabliki? Bara, bara vel, það er já, maður var ekkert að pæla mikið því maður fór í gegn, heldur bara setja boltann í netið, það er svona sem maður vildi gera. Þú veist, þegar maður er komin í svona stöðu, er maður þá ekkert að pæla neitt rosalega mikið hvert þú ætlar að skjóta eða eitthvað svoleiðis? Það kemur bara í momentinu, hvenær ég bara, ef maður á gott touch og þá bara var ég búinn að ákveða mér að ég ætla að skjóta í vinstra hornið og markmaðurinn fór í hitt hornið. Momentið þegar boltinn syngur í netið, hvernig bara svona líður? Bara geggja. Hlaupa á stúkunni, það er allt trilltir, það er bara geggja. Þú veist, þetta er náttúrulega alveg risastórt augnablik, skora jöfnum marka móti Frakklandi, tróðfullur Laugardalsvöllur. Þetta gerast, var það betra það? Það hefur verið gaman að vinna en þetta var geggja. Hvernig bara svona fannst þér leikurinn heilt yfir? Bara mjög fínn. Já, náttúrulega bara, já, meir en fínn. Við gerum jafntefli, þannig að það er mjög vel gert og já, svona þegar þeir skora þessi mörk, það er kannski, það er hægt að laga eitthvað þar en heilt yfir bara góð leikur. Kemur inn á í hálfleik, Frakkarnir liggja náttúrulega svolítið mikið á okkur í byrjun seinni hálfleik og bara mest allan seinni hálfleikinn, bara svona hvernig bara leiðir að spila leik? Já, bara eins og gengur að gerist, þá tekur smá tíma að koma sér inn í leikinn en þegar maður kemur sér inn í leikinn þá bara var allt betra. Þetta jöfnumark, er þetta eitt besta moment á fótboltavöllinu þess að jafnvel besta? Já, mér finnst það líklegt. Og svona næstu tveir leikir náttúrulega alveg rosalega mikilvægir. Við erum náttúrulega bara með örlögin í okkar höndum og ná sér öðru sæti. Já, þetta eru búslega leikir, við þurfum bara að vinna þá. Takk fyrir þetta, Kristján.